You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Diana prinsessa af Wales varð ekki nema 36 ára gömul. Hún var vinsæl í lifanda lífi en engan grunaði að andlát hennar myndi snerta svo tilfinningar fólks af öllum stéttum allan heim. En við skulum snúa til hins sorglega dags 31. ágúst. Diana og unnusti hennar Dodi Fayed höfðu undirbúið rómantískt kvöld í París en þau hafa undanfarið dvalist í snekkju undan ströndum Frakklands og verið forsíðu efni blaða allan heim. Í gærkvöldi höfðu þau pantað sér borð á veitingastað á Ritz hótelinu sem í eigu föður Dodis. Kvöldið átti að enda í glæsuhöll í 16. aldar stíl skammt utan við París, líka í eigu föður Dodis. En þangað komust þau aldrei. Eftir að þau yfirgáfu hótelið skömmu eftir miðnætti í svörtum Mercedes-Benz kom í ljós að þeim var veitt eftirför af ljósmyndurum á vélhjólum. Talið að bílstjórinn, sem var starfsmaður hótelsins, hafi ætlað að hrista ljósmyndarana af sér en þegar bíllinn var kominn á 200 km hraða í neðanjarðargöngum meðfram Sænánni misti bílstjórinn stjórn á bílnum. Bíllinn hlaut á staur á miðju vegarins og skartaðinn í vegg gangnanna hægra megin. Bílstjórinn og Dodi Fayed létust samstundis en Diana var flutt með miklar innvortis blæðingar til La Petite Salpêtrière sjúkrahússins í söður París þar sem læknar reyndu árangurslaust að bjarga lífi hennar. We are today a nation in Britain in a state of shock. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her, but felt they knew her, will remember her. Sjónvarpað var frá útförinni í Westminster Abbey til 187 landa. Í fyrsta sinn í sögunni blakti breski fáninn í hálfa stöng í Buckingham Höll þegar líkfylgdin lagði af stað frá heimili Díönu, Kensington Höll klukkan 8 í morgun að íslenskum tíma. Milljónir manna voru í höfuðborginni til að votta Díönu prinsessu af Wales hinstu virðingu. Meðfram götunum þar sem líkfylgdin fór voru margfaldar raðir af syrgjendum og margir grétu hástöfum. Síðasta spölinn að kirkjunni gengu synir Díönu og eftir kistunni ásamt föður sínum Karli ríkisarfa, afa sínum Philippusi hertog af Edinborg og móðurbróður Spencer lávarði. We give thanks for the life of a woman. I'm so proud to be able to call my sister. The unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds. We commend to you all who have lost loved ones in tragic circumstances. Give them comfort, renew their faith, and strengthen them in the weeks and months ahead. Eftir athöfnina í Westminster Abbey á slaginu 12 var mínútu þögnum gjörvallt Bretland. Þegar mínútan var liðin var kista Díönu borin út úr kirkjunni framundan hinsta förin til Álþorp þar sem prinsessan lögð til hinstu hvílu. Diana prinsessa af Wales var lögð til hinstu hvílu á þessari eyju á landareign Spencer fjölskyldunar í Álþorp síðdegis. Engar myndatökur voru leyfðar en við gröfuna voru ættingjar Díönu, synir hennar 2 og fyrrum eiginmaður Karl ríkisarfi. I, Diana Frances. I, Diana Frances. Take thee, Charles Philip Arthur George. Take thee, Philip Charles Arthur George. To my wedded husband. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. En ævintýrinu var að ljúka og fyrir ári skildu þau Karl ríkisarfi og Diana prinsessa að lögum. Diana varð ekki drottning Bretlands, en hún varð drottning í sálum sinna þjóðar og raunar heimsins alls. En úti ævintýri.
Helmut Schmidt, fyrrverandi kanslari Þýskalands, sagði þegar hann kom hingað til lands fyrir nokkrum árum að Rússland færi alltaf í gegnum ólguskeið í sögu sinni. Gallinn væri sá að þau tækju gjarnan 50 ár. Samkvæmt því eigum við eftir að lifa 35 ára ólguskeið til viðbótar í Rússlandi. Rússar héldu upp á 850 ára afmæli höfuðborgarinnar og tóku borginni mikið tak. Mönnum ber saman að borgin hafi aldrei litið betur út. Þjóðarframleiðslan hefur nær staðið í stað í Rússlandi frá því árið 1991, en í ár spá hagfræðingar því að hún aukist 2%. Óðaverðbólga hefur verið í mörg ár í landinu, en á síðasta ári var hún komin niður í 12%. My guess is if you get optimistic, the Russian people will respond and you'll have a growing economy. Rússar draga nú úr herafla sínum, meðal annars eyða þeir nú flugskeytum með því að skjóta þeim úr kafbátum á rúmsjó. Skeytunum skotið að 45 metra dýpi upp í 3 kílómetra hæð þar sem þau springa. Þó að ráðherra Jeltsins forseta hafi dregið úr yfirlýsingum hans niðurskurð ljóst að Rússar eru neyddir til að skera mikið niður vegna fjárskorts. Rússar hafa nú það bil 1700.000 hermenn undir vopnum. Aldamót ráðgert að í hernu verði 1 milljón manna. Ættjarðarástin virðist ekki lengur kalla menn til herþjónustu og hafa yfirmenn rússneska hersins því fengið fögurfljót til að sjá köllunina. Og reyndar gengu þeir lengra en það, því nú hefur Playboy fyrirsetan Dana Barisova tekið að sér upplýsingaþjónustu til hermanna. Rússland fullt af leifum eftir miðstjórn kommunismans eins og þetta sjávarþorp á eyðilegu sandrifi í Okhotsk-hafi. Ég loksins á leiðinni út fyrir þorpi 7 klukkustundum eftir að ég kom. Ástæðan sú að ég hef verið í haldi hjá lögreglunni. Mér var gefið það sök að hafa verið á ferð í sjávarþorpi sem á landamærum án þess að hafa til þess sérstakt leyfi. Þegar komið fyrir hornið á lögreglustöðinni inn í þorpið þetta það fyrsta sem blasir við. En þegar lengra kemur eru það blokkirnar sem voru byggðar yfir fólk á ströndinni sem var flutt í þorpið til að vinna í fiski. Íbúarnir urðu flestir 5.000 en eru nú komnir niður í 1.000. Reist var mikil niðurstöðuverksmiðja og fenginn fjöldi báta af nálægu útgerðarsamyrkjubúi til að veiða fyrir hana. Þeir liggja þarna enn og hafa fæstir farið á sjó nýlega. Í 10 ár hefur frystihús verið í smíðum sem yrði eitt af stærsta í heimi ef einhver tíma lokið við að smíða það. Og í illgresins reit niður undir höfn stendur Lenin og fylgist með allri dýrðinni. Einvígi Garís Kasparovs og tölvunar Dimblá í maí hefur verið kallað sigur tækninnar yfir mannsandanum. Í fyrsta sinn í sögunni tókst tölvu að vinna fremsta skákmann heims. Dimblá fekk 3,5 vinning á móti 2,5 vinningi Kasparovs sem reyndi að tefla óvenjulega til þess að rugla tölvuna. Þetta var annað einvígi þeirra tveggja en í hinu fyrra sigraði Kasparov. I feel confident that machine hasn't proved anything yet. It's much better machine than in Philadelphia. It was clear from day one. Bill Clinton komst á spjöld sögunar í janúar þegar hann sór embættiseið í annað sinn, fyrstur demókrata í 60 ár. Clinton hefur aldrei notið jafn mikilla vinsælda og í ársbyrjun marka má skoðanakannanir því 60% landsmanna voru ánægðir með forsetann. Þúsundir manna fylgdust með embættistökunni fyrir framan þinghúsið í Washington. At the dawn of the 21st century, a free people must now choose to shape the forces of the information age and the global society, to unleash the limitless potential of all our people, and yes, to form a more perfect union. Fjölmiðlar hér í Bretlandi og í Bandaríkjunum bera þá iðulega saman Tony Blair, formann verkamannaflokksins og Bill Clinton, Bandaríkjaforseta. Gífurlegur mannfjöldi hylti Tony Blair og konu hans Sherry þegar þau komu í Downingstræti 10 eftir að Blair hafði fengið umboð frá drottningunni til að mynda nýja ríkisstjórn. Verkamannaflokkurinn sigraði með yfirburðum í kosningunum í maí með 45% atkvæða en íhaldsflokkurinn galt afhroð eftir 18 ára stjórnarsetu, fékk 31% og tapaði 177 þingsætum og þurrkaðist úr í Skotlandi og Wales.
Verkamannaflokkurinn hefur 180 þingsæta meirihluta. Tony Blair hefur gerbreytt verkamannaflokknum og fært hann nær miðju stjórnmálana. The person who's leading the campaign, Bill Clinton in America, Tony Blair here, has decided as his principal strategy that he will imitate as much as he possibly can the tactics and the policies of the other party. The Democrats, I think, were successful because they basically stole all the Republican positions. The Labour Party has done exactly the same thing in Britain with the conservative positions. Á meðan að Tony Blair baðar sig í sviðsljósinu og skoðanakannanir sína að 93% Breta eru ánægð með forsætisráðherrann sinn, hefur fylgi íhaldsflokksins sjaldan verið minna. Íhaldsmenn kusu sér nýjan leiðtoga, William Hague, og hann tók við af John Major í haust. Kosningabaráttan var tvísýn í Frakklandi. Þar líktu sósíalistar sér óspart við breska verkamannaflokkin og tóku upp mörg stefnumál hans. Margir stjórnmálaskýrendur telja að það hafi fleytt nýjum forsætisráðherra í embætti. Frakklandsforseti rauf óvænt þing í vor og boðaði til kosninga. Hann gerði ráð fyrir að hægri stjórnin myndi styrkja stöðu sína en honum varð ekki að ósk sinni. Kosningabaráttan var hörð og mjótt var á munum. Vinstri flokkarnir tóku völdin og nú situr Lionel Jospin, leiðtogi sósíalista, í forsætisráðherrastóli og undirbýr Frakka undir þátttöku í evrópska myntbandalaginu. Bandaríkjamenn eru flestir gefnir fyrir þægindi. Í Bandaríkjónum eru heimkynni skyndibitans, þar á heimsendingar þjónusta upptök sín og lúgumenning hefur blómstrað þar langt skeið. Nú hefur menningin sú tekið á sig nýja mynd, því í Las Vegas hægt að láta gifta sig í bílalúgu. There's no human institution more sacred than the home you're about to form. True marriage is the holiest of all the earthly relationships. You think it's romantic? Yeah. In our own way, yeah. Yeah. Before the day is over, I'll be doing at least a couple of 100 weddings or more. Today was the day. We'll say I do, and we'll never be lonely anymore. Á miðnætti 30. júní tóku Kínverjar við völdum í Hong Kong. Chris Patten var síðasti landsstjóri Breta í nýlandinu. Britain is part of Hong Kong's history, and Hong Kong is part of Britain's history. We are also part of each other's future. It has been the greatest honor and privilege of my life to share your home for 5 years and to have some responsibility for your future. Now, Hong Kong people are to run Hong Kong. Ófáar tilraunir til að bera klæði á vopnin í deilum grannþjóðanna fyrir botni Miðjarðarhafs mistókust á árinu. Deilurnar mögnuðust og hjöðnuðu á víxl en friðarferlið hangir á sama bláþræðinum nú og í ársbyrjun. Karpum brottflutning herja frá Hebrón bar hæst fyrstu mánuði ársins. Þá tóku við erjur vegna íbúðabyggðar Ísraela í Arabahverfi Jerúsalemsborgar. Sjálfsvígsárásir Hamas samtaka heittrúðara múslima gerðu vonur frið jafnharðan að engu. Sprengja í kaffihúsi í Tel Aviv felldi 4 í mars og 15 létust í árás í Jerúsalem í sumar. And I say to the people of Israel, there is no security. Fólk lá hjálparvana á víð og dreifinanum blóðlitað grænmeti og ávexti á þessum langstæsta útimarkaði í Jerúsalem. Fjölmennar sveitir lögreglu og björgunar fólks voru komnar á vettvang fáeinum mínútum síðar. Hryðjuverk herskára múslima í Egyptalandi beindust líkt og árásirnar í Ísrael að óbreyttum borgurum, einkanlega ferðamönnum.
9 Þjóðverjar voru myrtir í rútu í höfuðborginni Kaíró miðjan september og 2 mánuðum síðar lágu 78 í valnum eftir skothríð við fornminjar í Luxor. Þorri þeirra sem féllu voru erlendir ferðamenn. Og blóðbaðinu í Alsír linnir ekki. Tæpast leið svo vika á árinu að ekki bærust fregnir af grimmdarverkum íslamskra bókstafstrúarmanna gegn óbreyttum borgurum. Þar hafa árabil vígamenn farið hús úr húsi að næturlagi og tekið heilu fjölskyldurnar af lífi. Eina nótt í ágúst voru 98 vegnir, aðra nótt í september voru 85 myrtir og þá vikuna höfðu 300 fallið. Talið er að hátt í 100.000 íbúar Alsírs séu komnir undir græna torfu í borgarastríðinu sem geisað hefur frá 1992. Stjarnanna þúsundir tifa heiminsins hvelfing, orti Jón Helgason, og það hafa eflaust margir hort til stjarnanna á árinu enda mikið að vera þar. Fullkomnasti leiðangur sem gerður hefur verið út til plánetunnar Mars vakti til dæmis gífurlega athygli og hundruðir þúsunda fylgdust með honum á internetinu og í sjónvarpinu. Á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna þann 4. júlí lenti Pathfinder geimfarið á Mars og hóf að senda skilaboð til jarðar. 20 ár voru síðan Viking geimförin lentu á plánetinu rauðu og fögnuðurinn var því mikill þegar það var ljóst að allt hafði tekist eins og best var á kosið. Einlæg gleði vísindamannanna í Pasadena smitaði út frá sér þegar þeir tilkynntu hvað eftir annað góðan árangur leiðangursins. The spacecraft is operating perfectly, the rover is operating perfectly, and all of the instruments are operating perfectly. Margfalt meira af upplýsingum hefur komið frá örjeppanum sem ekur plánetuna en vísindamenn þorðu að vona í upphafi. Eitt af því sem Pathfinder rannsakar segulmagnið í hinu rauða yfirborði Mars. Einn þeirra sem rannsakar það Íslendingur, Haraldur Páll Gunnlaugsson, sem tók þátt í ævintýrinu frá upphafi til enda. Þetta var stórkostlegt og sérstaklega þegar allt heppnaðist svona rosalega vel. Allt gekk upp eins og langt betur heldur en hefði nokkuð tíma dottið í hug og svona fyrstu viðbrögðin voru aðalega undrun. Myndirnar sem Pathfinder sendi af yfirborði Mars líktust fáu sem vísindamennirnir höfðu séð áður. Íslendingar könnuðust hins vegar nokkuð við landslagið og þessi mynd til dæmis ekki tekin á Mars, heldur á Jökulsá á fjöllum eins og sést þegar Mars-himinninn og rauður litur eru teknir burtu. Hrakfallasaga geimstöðvarinnar Mir var með hreinum ólíkindum á árinu. Þann 29. júní varð árekstur uppi í geimnum þegar byrðarflaug sem átti að tengjast stöðinni rakst á hana af miklu afli. Við það skemmdist Mir töluvert, stöðin misti afl og flaug stjórnlaust geiminum nokkra hríð. Á tímabili var óttast líf geimfaranna 3 sem voru borð en fljótlega tókst þeim að gera við stöðina til bráðabirgða. Þeir höfðu hins vegar ekki fyrr lokið því en yfirmaður Mir rak sig í leiðslu og reif þar með aðaltölvu geimstöðvarinnar úr sambandi. Þegar það var komið í lag nokkrum dögum síðar bilaði þessi tölva og í október var sett ný í staðinn. Í lok ársins var síðan skipt áhöfn enda sú sem fyrir var orðin þreytt og yfirmaðurinn komið með óreglulegan hjartslátt vegna streitu og skal engan undra. Is the defendant guilty or not guilty? Guilty. Guilty of what? Guilty of murder in the 2nd degree. Niðurstaða kviðdóms í máli bresku barnfóstrunnar Louise Woodwards vakti heims athygli. Þessi 19 ára stúlka fór til Boston sem au pair og var falið að gæta 2 barna. Annað barnið, Matthew, 9 mánaða, lést voveifillega og foreldrarnir sögðu barnfóstruna hafa myrt barnið. Niðurstaða kviðdóms fól í sér lífstíðarfangelsi en dómarinn Hiller Sobel breytti dómnum í manndráp af gáleysi og taldi hæfilega refsingu 279 daga varðhald. Það var sá tími sem stúlkan hafði setið í varðhaldi. Louise Woodward enn í Boston í farbanni og býður þess að máli verið tekið upp að nýju í mars. Friðargæslusveitir verðum kyrt í Bosníu, sagði Bill Clinton Bandaríkjaforseti skömmu fyrir jól. Á árinu tókst að afstýra stórátökum í löndum gömlu Júgóslavíu en þjóðir á Balkanskaga lentu margar hverjar í hremmingum. Ólgan sem kraumar undir niðri 4 árum eftir stríðið birtist okkur í margvíslegum myndum.
Þessar myndir blöstu við sjónvarpsáhorfendum fyrstu mánuði ársins. Göngurnar miklu í fimbulkuldunum í Belgrad sem stóðu yfir í rúmlega 100 daga. Stúdentar og stjórnarandstæðingar tóku höndum saman gegn Milošević forseta sem ógilti sigur stjórnarandstöðunar í sveitastjórnarkosningum. Enn einn daginn streymir fólk hér götur Belgrad og mótmælir kosningasvikum Milošević forseta. I'm quite sure Mr. Milošević will reject to implement election results from November 17th. Lýðræðissinnar með tveggja bandalagi Zajedno á bakhjarli virtist hafa burði til þess að kveða Milošević í kútinn. Djindjic var borgarstjóri í Belgrad og Drašković bauð sig fram í forsetakosningum. En skyndilega var draumurinn búinn. Innbyrðis deilur, Zajedno rjúkandi rúst, Djindjic rekinn sem borgarstjóri og Drašković kolfelldur í forsetakosningum. Þó hvergi hefur komið til hernaðarátaka í löndum gömlu Júgóslavíu á árinu, máttu oft litlu muna. Friðargæslusveitir NATO voru stöðugt á varðbergi. Þó 2 ár séu liðin frá Dayton samkomulaginu ljóst að án alþjóðlegra gæslusveita friðurinn úti. Í öðrum löndum á Balkanskaga var pólitísk ókyrrð. Búlgarar mótmæltu hástöfum í Sofíu í ársbyrjun og kröfðust lýðræðisumbóta og stjórnleysi og skálmöld ríkti í Albaníu mánuðum saman með miklu mannfalli. Þar glöftust margir á gyllibóðum fjárglæfra fyrirtækja, mistu aðleguna og kendu stjórnvöldum Eftir þingkosningar í júní þar sem sósíalistar unnu stórsigur hefur vargöldinni linnt, en Albanar líkt og margar aðra þjóðir á Balkanskaga eru enn á brauðfótum hvað lýðræðisþróun og efnahagslegt sjálfstæði áhræðir. We have a problem here that one of the horses has come out under the stalls, burst out from stall 10, and that one is Formidable Flame. The horse is now loose and he's in the cheaper enclosure. Please do keep calm, stay as still as you can. Það þykir kraftaverki næst að þótt hesturinn hafi sparkað í kerru 2 mánaða gamals barns, hafi barnið sloppið ómeitt og voru foreldrarnir að vonum fegnir. Norrænu ríkin hafa eytt milljörðum króna í að auka öryggi kjarnorkuversins á Kólaskaga. Normenn hafa lagt mest fram 4 milljarða króna. Héðan frá kjarnorkuverinu í Kóla, sem aðeins 200 km frá landamæru Noregs, kemur 60–70% af allri þeirri raforku sem notið hér á skaganum. Kjarnorkuverið 25 ára og kjarnakljúfarnir, þeir elstu, eru taldir þeir hættulegustu í Austur-Evrópu. Efnahagskreppan í Rússlandi hefur bitnað á kjarnorkuverinu á Kólaskaga. Rússar hafa varla efna á því að reka verið, hvað þá að koma fyrir 2 nýjum kjarnakljúfum í stað þeirra sem orðnir eru úreltir. Það því litla líkur á því að þeim verður lokað á næstunni og því vofir yfir hætta á kjarnorkuslysi á Kólaskaga. Ógnin af kjarnorkuverum Rússa og geislavirkum úrgangi sem hleðst upp í höfninni í Múrmansk var mikið rætt á fundi Norðurlandaráðs í Helsingi í sumar. Starf Norðurlandaráðs hefur gerbreyst undanfarin ár. Miklar skipulagsbreytingar hófust árið 1995 en það var í forsetatíð Geirs H. Haarde. Nú eru breytingarnar að koma í ljós og allt tal niðurskurð úr sögunni en fjölmargir nýjir málaflokkar hafa bæst við. Þing Norðurlandaráðs samþykkti í fyrsta sinn ályktun utanríkis, öryggis og varnarmál. Þar kom kjarnorkuógnin mikið við sögu og flokkast nú með öryggis- og varnarmálum norrænu ríkjana. Ein vísindagrein fekk geysilega athygli í upphafi þessa árs, en það var erfðafræðin. Kindin Dolly var kynnt til sögunar, en hún hafði ekki orðið til eftir þeim leiðum sem flestir þekkja, heldur var hún einræktuð. Og þó svo Dolly í blessunin hafi eflaust ekki vitað það sjálf, olli hún miklum heilabrotum hjá vísindamönnum jafnt sem þjóðarleiðtogum. Dolly varð til úr erfðavísu móður sinnar og því hefði verið hægt að búa til óteljandi útgáfur af henni sem allar hefðu verið eins. Viðbrögð við tilveru Dollyjar voru blendin í fyrstu, en smá saman áttaði fólk sig á möguleikunum sem felast í einræktun og á útmánuðum höfðu bæði Bandaríkjaforseti og Evrópusambandið sagt að tilraunir með einræktun mætti aldrei gera á fólki.
It's absolutely the dawning of a new age, and it's going to take a shape that's abhorrent to us if we don't get ready for it with some ethical, moral, and legal prescriptions. Þannig töldu vísindamenn að þeir kæmust hjá því að brjóta siðferðislögmál þar sem hauslaus og heilalaus dýr eru skilgreind sem látin. Auðvelt að sjá fyrir sér slíka innræktun af fólki eða búkum sem hægt að vera að nota til líffæraflutninga. Það væri auðvitað gott að geta vitað að maður ætti varahluti í líkamann ef eitthvað myndi gefa sig. Gæti gengið að nýju hjartavísu ef eitthvað klikkaði. En siðferðislegar spurningar spretta upp þegar á þessu máli tæpt og tíminn verður að leiða í ljós hver framtíðin verður í þessu viðkvæma máli. Kinshasa og Brazzaville, höfuðborgir tveggja landa sem bæði heita Kongo, voru títtnefndar í fréttum á árinu. Zaire varð Kongo á nýjan leikum miðjan maí eftir 10 mánaða blóðuga borgarastyrjöld. Mobutu Sese Seko, einvaldur í 32 ár, flúði undan skotríð skæruliða borð í flutningavél til Togo, farinn að heilsu og rúin völdum, en auður vel eftir valdasetu sem einkenndist af spillingu og mannréttindabrotum. Mobutu lést snemma í september í Marokko. Laurens Kabila, foringi skæruliða, tók sér forsetanabót og friður ríkti að mestu í landinu síðari hluta ársins. Öðru máli gegndi smáríkið Kongo vestanmegin Kongofljótsins. Í höfuðborginni Brazzaville gesaði vargöld þar sem sveitum þáverandi og fyrrverandi forsetalaust saman. Síðir höfðu þeir hlutverkaskipti en höfuðborgin var rústir einar og allir útlendingar farnir úr landi. Lengsta og sjálfsagt leiðilegasta hanastélsboði aldarinnar lauk á vormánuði þegar sérsveitir stjórnvalda í Perú gerðu skyndiáhlaup á bústað japanska sendiherrans í Lima og frelsuðu gísla Tupac Amaru skæruliðana. Einn gíslana lést af hjartaslægi í áhlaupinu en hinnir, 71 tölu, komust lifandi út úr hildarleiknum. Skæruliðarnir féllu hins vegar allir í skotbardugum við sérsveitarmenn. Áhlaup sérsveitarna þótti einkar vel heppnað, enda hafði því lengi verið haldið á lofti að slík tilraun hefði í för með sér mikið mannfall til að teljast líklegt úrræði stjórnvalda. Hart var sótt af tóbaksframleiðendum á árinu. Liggett Tobacco, sem meðal annars framleiðir Chesterfield sígarettur, sendi frá sér tímamótu yfirlýsingu í mars. Þar viðurkenndi fyrirtækið að sígarettureykingar gætu verið krabbameinsvaldandi og nikótín væri vanabindandi. Í kjölfarið samþykktu tóbaksframleiðendur að stofna skaðabótasjóð fyrir þá sem bíða heilsutjón af völdum reykinga. Í sumar viðurkenndi forstjóri Philip Morris sígarettuframleiðandans að reykingar gætu verið lífshættulegar. Would Philip Morris agree that a single American citizen who smoked their products for 30 or more years, a single one, has ever died of a disease caused in part by smoking cigarettes? I think there's a fair chance one would have, yes, might have. How about 1,000? Might have. 100,000? Still might have. Orðin féllu vegna yfirheyrslu vegna kæru sem nokkur fylki Bandaríkjanna lögðu fram gegn sígarettuframleiðendum. Þeirri kæru lauk með því að gerð var dómsátt þar sem fyrirtækin féllust á að borga 26.000 milljarða króna gegn því að fleiri mál yrðu ekki höfðuð gegn þeim. Árið var því ekki gott fyrir tóbaksframleiðendur hvað varðar Bandaríkjamarkað, en á það bent að reykingar eru á hraðri uppleið í fjölmennasta landi heims, Kína. Gengið var frá sögulegu samkomulagi milli Rússlands og Atlantshafsbandalagsríkja í París í maí. Samkomulagi felur í sér nýskipan í öryggismálum og með því kalda stríðinu formlega lokið. Það tók mörg ár að undirbúa þennan sögulega fund í París. Lengi vel harðneitaði Jeltsin Rússlandsforseti að gera nokkurt samkomulag við Atlantshafsbandalagið öryggismál í Evrópu og stækkun bandalagsins í austur. Í samkomulaginu felst meðal annars að fastaráð NATO og fulltrúar Rússlands hittast mánaðarlega. Davíð Oddsson forsætisráðherra undirritaði samkomulagi fyrir Íslands hönd. Suspicion, fear, self-interest and spectres of the past were the adversaries that we faced. Their mighty forces were overcome by reconciliation, solidarity, trust and faith in the future.
Stækkun Atlantshafsbandalagsins var formlega ákveðin í sumar og 3 nýjum ríkjum, Tékklandi, Póllandi og Ungverjalandi boðin aðild. Myndir frá Norður-Kóreu vöktu óhug á árinu. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna birti þessar myndir af hungruðum börnum í júlibyrjun sem voru lítið annað en skinn og bein. Fullyrt var að 800.000 börn kenndu hungurs og fólk legði sér gras, laufblöð og trjábörk til munns til að seðja sárasta hungrið. Í fyrra og hitti þeirra var flóðum að kenna, en uppskerubresturinn í ár er vegna verstu þurrka á öldinni. Í þessum mánuði birtu samtökin Læknar án landamæra myndir af sjúkrahúsum sem sýndu að heilbrigðiskerfið í landinu er í rúst. Læknar hafa engin áhöld, engin lyf og blessunulega nánast enga sjúklinga heldur. Samtökin töldu hins vegar hungursneyðin og orðum aukna. Á árinu fóru fram fyrstu viðræður Kóreu þjóðana varanlegan frið frá því Kóreustríðinu lauk árið 1953. Spenna í samskiptum landana komst á alvarlegt stig í febrúar þegar einn æðsti embættismaður Norður-Kóreu, Wang Yang-jup, sneri baki við föðurlandinu og óskaði eftir hæli sem pólitískur flóttamaður í Suður-Kóreu. Kryddpíurnar 5 í bresku hljómsveitinni Spice Girls áttu ótrúlega miklum vinsældum að fagna á árinu. Þær slógu ýmis sölumett og voru valdar besta hljómsveitin á MTV sjónvarsstöðinni. I think what's really healthy is with the Spice Girls, we never claim to be perfect. We're not a stereotype, aesthetically beautiful girls. That proves that we're going out there. You don't have to be like, you know, a skinny model in a magazine to be successful. You just make the best of what you've got, basically. Fyrir hluta árs seldust plötur stúlknanna eins og heitar lummur, en margir telja að undir lok ársins hafi vinsældi þeirra farið að dofna. Kryddpíurnar gefa hins vegar ekkert eftir og hyggjast auka enn á vinsældir sínar á árinu sem er að ganga í garð og nú hátíðarnar er mynd þeirra stúlkna sýnd við miklar vinsældir víða heim. Móðir Teresa fæddist þann 29. ágúst árið 1910 í bænum Skopje í Albaníu. Hún gerðist nunna 18 ára að aldri í systur Loretto-reglunni og til ársins 1946 vann hún við kennslu mestmegnis í Kalkútta þar sem hún var djúpt snortin að finna ótrúlegu fátækt sem það ríkti. Eftir að hafa lært undirstöðu atriði læknisfræði hóf hún að hjálpa nauðstöddum og sinnti því til dauðadags. Hún var elskuð og virt heim allan og fékk meðal annars friðarverðlaun Nóbels. Vonir glæddust á árinu að áratugalöngum illvígum átökum á Norður Írlandi færi senn að linna. Írski lýðveldisherinn lýsti yfir vopnahléi í sumar og fjölflokka viðræður frið og framtíð Norður Írlands hófust í Belfast. En það áfram grunnt á því góða milli kaþólika og mótmælenda og lítill árangur enn af friðarumleitunum. Klukkan er 12 á hádegi og það er 20. júlí. Vopnahlé írska lýðveldishersins er gengið í gildi. Fáeinum vikum áður logaði allt í óeirðum á Norður Írlandi þegar óraníuregla mótmælenda fékk leyfi til að þramma hverfi kaþólskra. Kathleen Bernadette Martin, 18 ára, er hún síðasta fórnarlamb átakana á Norður Írlandi. Hún hafði það eitt til saka unnið að verða ástóngin af strák sem er mótmælandi. Nótt eina í sumarbyrjun svaf hún heima hjá honum þegar vígamaður úr öfgasveitum mótmælenda braust inn í húsið, leitaði Kathleen eina uppi og skaut hana 4 sinnum í höfuðið. Hatrið milli kaþólskra sem vilja Breta burt frá Norður Írlandi og mótmælenda sem vilja halda tengslunum við Breta ristir djúpt. Mánuði eftir að vopnahlé IRA tók gildi brauð breska ríkisstjórnin Sinn Féin, stjórnmálaarmi IRA, í fyrsta sinn að samningaborði framtíð Norður Írlands. Mótmælendur hikuðu en 7. október hófust fjölflokka viðræður. Tony Blair gerði það sem enginn forsætisráðherra breskur hefur gert í rúmlega 70 ár. Hann heilsaði leiðtoga Sinn Féin og bauð Gerry Adams síðan til fundar í Downing-stræti. 12.000 manns bjuggu á eyjunni Montserrat áður en gosin hófust. Nú hafa flestir flúið og aðeins tæplega 4.000 manns eru eftir. Íbúar eyjunar sem er bresk nýlenda hafa þurft að þola ótrúlegar hamfarir undanfarin ár. Eldfjöll þar hafa gosið á hverju ári síðan 1995 og þegar mest gekk á voru 2 sprengigos á sólarhring. Höfuðborgin Plymouth er nú rústir einar
og hafa nær allir íbúar hennar yfirgefið heimili sín. Margir þeirra eyjaskeggja sem eru eftir og einni telja Breta hafa staðið illa að baki þeim á hörmungartímum. Sumir segjast ekki ætla að yfirgefa heimkynni sín fyrir að Bretar opni fann sinn betur og taki við þeim með viðunandi hætti. But the people say that there's no place. If you go to the shelters, they are crammed full. Several of them move out in the night and sleep in their cars. And they shouldn't happen in a British colony. Nyrsti hluti eyjarnar hefur verið greiðland fyrir íbúana, en þar rignir nú vikri og heitu gjalli. Eitraðar gufur stíga upp úr gígunum og gætu verið lífshættulegar. Náttúruöflin hafa yfirhöndina þessa stundina og fátt er til ráða. Ítalski tískukóngurinn Gianni Versace var skotinn til bana hábjartan dag rétt fyrir utan glæsihús sitt við strönd Miami á Florida. Hann var á leið heim til sín eftir morgunverða á kaffihúsi í grendinni þegar ungur maður tvítugt vatt sér á honum og skaut hann tvívegis í höfuðið af stuttu færi. Gianni Versace var 50 og óumdeilanlega einn þeirra manna sem ráðið hafa tískustraumum síðustu árin. Ásamt Giorgio Armani var Versace tákngervingur ítalskrar fatahönnunar. Stíll hans einkenndist ekki aðeins af djörfum klæðnaði, heldur notaði hann líka djarfa liti og föt hans voru framleidd úr rándýrum efnum. Í gömlu dægurlagi var sagt að til þess að öðlast hamingjusama ævidaga væri heillaráð að næla sér í ófríðan maka. Nú hefur verið fundið betra ráð að flytja til Íslands eða Svíþjóðar. Svo segir að Mr. Kosti í stórblaðinu Washington Post á dögunum, þar sem greint var frá niðurstöðum félagssamfræðingsins Ruth Fernhofen, en hann hefur fundið nýja aðferð til þess að mæla lífsgæðin og kemst að þeirri niðurstöðu að Íslendingar geti vænst þess að lifa flest hamingjuár á lífsleiðinni. Það hefur lengi legið ljóst fyrir að við værum svona í fremstu röð. Íslendingar lifa að meðaltali 62 hamingjurík ár samkvæmt útreikningum hollenska fræðimannsins. Svíjar kom okkur næstir með 61,5 og Svisslendingar eru í þriðja sæti með tæp 60 ár í lukkunnar velstandi. Búlgari getur aðeins vænst þess að lifa rúm 30 hamingjusöm ár, Rússinn 34,5 og Indverji rúm 36. Það hefur lengi verið trú kommunista að kapitalismin eigi eftir að tortíma sjálfum sér með nýrri heimskreppu. Þessar raddir hafa hljóðnað undanfarna áratugi, en fyrir hálfum mánuði sagði Fidel Castro að svindlarar og fjárglæramenn kapitalismans væru að leggja efnahag Asíu í rúst. Nú væri komið að kreppunni miklu. Hvort Castro reynist sannspár skal ósatt látið, en það þótti alvarlegt þegar verð á hlutabréfum lækkaði 7% í Wall Street fyrir 10 árum, 1987. Nú hafa þau lækkað 75% í Tælandi, 68% í Malæsíu, 60% í Indónesíu og 59% í Suður-Kóreu. Í Japan og Hong Kong hafa þau ekki lækkað nema 25%, en það samt meiri lækkun en í hruninu mikla í Wall Street 1929 sem komast að heimskreppunni miklu. I think it's going to last for a while because many international investors believe that 1998 is going to be quite a bleak year for Asia in general, not just Korea. But it's not over yet. There's room still for quite a lot of volatility in the markets going forward because the underlying situation hasn't changed. Á Spáni nautaat þjóðaríþrótt. Fyrir unga menn það tákn karlmennsku og glæsileika að takast á við hættuleg naut í blóðugum bardaga. Og standa uppi sem glæstur sigurvegari. Svona oftast að minnsta kosti. Leiðtogi Kínverja Deng Xiaoping lést í febrúar á 93. aldursári. 10.000 manns voru við útför hans en sjálfur hafði hann óskað eftir látlausri athöfn. Jiang Zemin forseti nú valdamesti maður Kína. Hann hélt minningaræðum Deng og gat ekki tára bundist. Deng bað að verða brenndur og að öskunni dreift yfir Kínahaf. Það gerði eiginkona hans yfirbuguð af harmi. Það þykir ekki lengur í frásögur færandi þegar 3 eða 4 burar fæðast út í heimi, en þegar 7 burar fæddust í bænum Carlisle í Iowa fylki í Bandaríkjunum í nóvember,
og allir lifðu fylgdist heimsbyggðin með. Móðurinn hafði tekið inn frjósemislyf eins og hún hafði líka gert þegar hjónunum fæddist dótturinn sem þau áttu fyrir. Hún sagði að það hefði verið talsvert áfall að heyra að hún bæri 7 börn undir belti. We're going to have a very big family. Sjöburarnir eru sagðir braggast vel og góðar líkur virðast á því að þeir verði allir komnir heim fljótlega á nýja árinu.